Komið þið sæl. Við byrjum á þessari tunglmynd sem var tekin af landinu rétt eftir hádegi í dag og hér er djúp og myndarleg lægð suður af landinu. Þetta er ekki óveðurslægðin sem olli ofsaveðrinu hjá okkur í gær. Hún er komin hérna til norðurs en þetta hins vegar er lægð sem að breska veðurstofan hefur nefnt Dennis. Hún er ekki nema 920 millibörur eða þar bil þar sem hún er dýpst og það er nú einhvers konar met á norður Atlantshafi. Hún hefur svolítil áhrif á sunnanvert landið og síðan á norðurland líka þegar að liðið tekur á, en það eru nú bara gular viðvaranir úti vegna þessara lægðar. Hérna aðeins lengra til vestur sést svo í næstu lægð sem að hefur einhver áhrif á Atlantshafi, en hún kemur líklega ekki til með að hafa bein áhrif á veðrið yfir landi hjá okkur. En á yfirlitskortinu sjáum við að þessi lægð suður á landinu, hún verður nú svona sveimandi þar næstu tímana, fer síðan smám saman til austurs og dregur þá norðanátt yfir landið. Hún veldur norðaustanátt á landinu víða á morgun og áframhaldandi hríðarveðri á Vestfjörðum. Það er svona fremur lítið um að vera í veðrinu á mánudag og þriðjudag, en þó einhverjar smá úrkomu svona hugmyndir virðist vera. En við sjáum að það er kalt loft allt í kringum okkur. Dennis fer þarna til austurs með það hlýja loft sem hann er með og síðan sjáum við hlýja bylgjum myndast hérna langt suður í hafi. Þetta er lægð sem að mögulega gæti haft einhver áhrif á veðrið hjá okkur á fimmtudag, en það er nú svolítið snemmt að fara að hafa áhyggjur af því núna. Á vindakortinu sjáum við að það er ennþá hvasst við suðurströndina, en eftir því sem líður á kvöldið og nóttina þá er nú svona grænt hérna yfir megninu á landinu, en það hvessir svolítið aftur aðfaranótt mánudags eins og þið sjáið má við að búast við því að verði svolítið hvöss norðaustanáttin sem kemur yfir landið þá. En á morgun sunnudag þá er nú útlit fyrir svona hæglætis norðanátt víðast hvar á austanverðu landinu, en svo hvessir eftir því sem að við förum til vesturs. Það er gul viðvörun vegna hríðar á Vestfjörðum á morgun svona frá 2 og fram eftir degi og það er viðvörun í gildi núna fram á kvöld. Það er líka gul viðvörun í gildi vegna vinds á sunnanverðu landinu í þessum töluðu orðum og eitthvað fram á kvöld. En það má líka búast við því að eftir því sem að líður á daginn að þá fari þessi skil hérna til austurs og smám saman drægi þetta þá yfir ofankomu við norðurströndina, þannig að það má búast við snjókomu á þeim slóðum þegar að líða tekur á sunnudagskvöld, en líklega verður nú bjartviðri eða léttskýjað hérna sunnanlands. Á mánudag er ákveðin norðaustanátt í kortunum, það er úrkoma víðast hvar á norðanverðu landinu, líklega él eða snjókoma, kannski smá slydduél allra nyrst svona við ströndina þar sem að sjávarhiti getur haft áhrif á hitan í úrkomubakkanum. Á sunnanverðu landinu er svo lítill strekkingur, hiti svona 0 til 2 stig víðast hvar en líklega nokkuð sólríkt. Á þriðjudag þá er útlit fyrir að myndist smá drag hérna við suðvestu ströndina og það virðist ætla að ganga eins inn á land, þannig að seinnipartinn af þriðjudag gætum við átt von á vestlanátt og einhverju slyddu eða snjókomu hér suðvestan til, en annars staðar á landinu er yfirleitt hægur vindur og þarna verður væntanlega farið að stytta upp við norður ströndina og það er kólnar svolítið í veðri. Á miðvikudag er síðan svona hægt vaxandi austanátt og þetta er þó veður sem hefur með þessa lægð að gera sem við sáum á yfirlitskortinu, þarna hlýju bylgjuna langt suður í hafi. Þetta er allt saman svolítið óöruggt eins og staðan er í dag og við skoðum þetta betur þegar líða tekur á. En hér sjáum við sem sagt kortið fyrir morgundaginn, norðanátt og sólríkt á sunnan og austanverðu landinu, en síðan þykknar upp og fer að snjóa á norðurlandi og norðausturlandi þegar líður á daginn, en útlit fyrir einhverja hríð á Vestfjörðum allan morgundaginn. En þá skulum við bregða okkur aðeins til meginlands Evrópu og þar hefur þessi lægð miklu meiri áhrif en hún hefur hjá okkur. Breska veðurstofan hefur gefið út gular og appelsínugular viðvaranir og það er varað við vindi og úrkomu mjög víða í norður Evrópu sem á rekja er að vera beint til þessarar djúpu lægðar. En eftir því sem við förum austar að þá er hæð þar sem að ýtir að móti öllu saman veldur þessari vindröst norðan til, en það er nokkuð hægt að litast og bjartviðri allvíða í sunnanverðri Evrópu. Það er að aðra hæð að finna suður af Spáni og hún heldur mesta hamaganginum einnig frá þá bæði Spáni og Portúgal og sennilega suður Frakklandi líka. Það er einhver óróleiki við Mexíkóflóa, að búast við úrkomu þar á morgun og svo eru veðursviðvaranir til dæmis í Wyoming í Bandaríkjunum. Það er nú alls ekki óalgengt fyrir þennan tíma árs, en það gæti snjóað eitthvað líka við norðvesturströnd Bandaríkjanna. En það er norðanátt í kortunum hjá okkur á morgun, hríð á Vestfjörðum en bjartviðri sunnan til. Verið sæl.